Stolstói ballettinum í Moskvu, sko, þetta alveg á sekúndu hjá þeim, sko. Þannig að en þetta sem sagt það sem hér að gerast að þeir eru að kynna lokaverkefni sín sem þeir vinna á síðustu önninni. Þetta nú bara upp úr markmiðasetningunni fyrir áfangan. Verkefni þarf að vera heildstætt og svona reynsla og starfsnámi og þekking og færni sem að nemendur hafa tileinkað sér svona sameinist í verkefninu. Verkefninu af ýmsum toga. Þetta í 4. skiptaskiptið sem að þessi áfangi kenndur við skólan. Við höfum lagt dálítið áherslu á það, eða mikla áherslu á það kennarar að eftir samstarf og tengsl nemenda við atvinnulífið og það hefur tekist bara ljómandi vel og margir aðilar út í atvinnulífinu sem hafa sýnt þessu áhuga og aðstofað og hjálpað nemendum við að komast yfir og leysa erfiða þætti í sínu verkefnum. Það sem þeir sem eru hérna í dag, nú hefur dottið úr sambandi eitthvað. Verkefnin eru 9 sem að verða kynnt og strákarnir gera þetta sjálfur miklu betur en ég, en þarna sjáum við svona yfirlit yfir þetta. Þetta af ýmsum toga. Allt frá því að vera eitthvað varðandi meðhöndlun og vinnslu grásleppuhrogna yfir í landbúnaðargeirann og fiskiðnað og nánast bara allt þar á milli, eða satt að segja. Svo hérna svona smá innlegg í lokin. En Arnar Þór Björnsson, gjörðu svo vel um. Góðan daginn, kæru nemendur, kennarar og aðrir gestir. Arnar Þór Björnsson heiti ég. Heyri allir í mér, aftast. Það er kynningu fyrir lokaverkefninu mínu sem ég ákveðum að skrifa hrognarræðu. Hvað hrognarræðan? Þetta í raun bara tæki sem hrærir hrognum, bara með salti. Saltinu bætt út í hrognin. Hún samastendur af, eins og Klæran segir, fótum eða grind og togi, þar sem að hrognin fara ofan í. Heyrið þið sem vel í honum? Já. Á öxli með spöðumál sem hræra þetta saman. Endaplötum sem að halda uppi mótornum öðrust annars vegar og öxlinum. Og mótor sem snýr öxlinum og hraðabreyti sem að getur hægt á snúningshraða mótorsins. Strax í byrjun ákvað ég að tunnan skyldi komast undir tróið því að hún tæp 130 kíló þegar hún full. Það er leiðilegt að vera eftir sig eitthvað hér og þar. Svo ég var líka að takmarka mig við hæð tróksins upp á að vinnuhæð yrði viðunandi. Þannig að 40 cm dýpt á tróginu var svona viðunandi og það var bara ákveðið. Öxullin bara rör með stöðum á sem ég ætla að koma betur á eftir. Já, strax í byrjun ákvað ég að tunnan kemst undir og öxullin bara rör með stöðum á sem tekst fyrir næstu grærum. Mótor 3 fáta skamlausmótor, færibandamótor eða klámsmótor, hvað verður vilja kalla þetta. Hann með áherslu gír sem niðurgír hlutfallin 1/42. Það snýst á 50 riðum 2820 snúninga en með niðurgírinni þá skilar þetta til öxul á 66 snúningum. Með tíðnibreytingar er þetta hægt á mótornum og hann fer niður í 20 rið
Þá erum við að skoðast 26,5 snúning sem eiginlega bara svona kjörsnúningu fyrir hrogninu að hrærast því að 50 riðin full hröð. Ef ég myndi keyra 50 riðin þá myndi bara móka upp kerinu, spýta upp úr. Hraðabrautin valin eftir rafmagni hússins því að húsið á pabba gamla heima á gamlugerðinni. Það 3230 voltar en ekki 380. Þannig að ég var að velja hraðabrautin sem tæki inn 200-240 volt. Frá hugmyndinni, frá hugmyndasmíðu stykki. Þetta langur vegur frá því maður rissaði fyrstu myndina á eldhúsborðinu á umslagi í janúar. Sem var svona, ég hafði séð svipaða vel á þessa en mér fannst það bara lík. Sem sagt, ég vildi ekki gera eitthvað nýtt, gera öðruvísi. Og þetta bara, að sjá hana að verða fullmótuð verkfæri bara priceless. Ófáa klukkustundar sem fór í þessu smíði, kostuðu bæði blóðsvita og tár og eina barni. Frændi minn sem var að hjálpa mér að aðstofa við þetta, hann stæjúkaði frá eitt kvöldi vegna konans að ég vatn. Þannig að vatn. Hugmyndina fékk ég fyrir nokkrum árum þegar ég sá hvað söltunin tók mikla orku frá föður mínum í vinnslunni. Hún fór dvínandi með hverri tunnunni og getur ímyndið það er 106 kg högnum pluss 15 kg salt í hverju tunnu. Kannski 20 tunnur á dag, þú ert að handleika, eða nokkur klukkustundum, þú ert að handleika þetta 2,5 tonn og þú ert að hræra þið saman. Þannig að ég ákvað að búa til vél sem myndi létta okkur handtökin. Þetta gríðarleg handhafinn að vinna þetta án vélar. Vélin sjálfur sér ekkert merkilegt tæki þannig, ekki allir smíða þetta auðveld smíð þannig. Bara basic hlutir, grind og tróð og mótor og öxull, en við aðeins að fjalla spana. Því að það smá pæling á baki þá. Í fyrsta lagi vildi að það kemur sem næst botninu til að skafa upp í botninum og ekki botnallega að myndi setjast þar og fyrir að mæla ykkur á 35 mm á botni sem bara mjög áflóttalegt. Þeir alveg beinir og að skarast svona sentimetrar á móti hvort öðrum, þannig að þetta á að ná að hreyfa allt efnið. Svo eins og sést hér, þá eru spaðarnir gataðir eða lokkaðir með 15 mm sífur og lokk og það í vonum að þeir húkja á sér slígi sem sem sagt himnan utan grásleppufrognin inn í fiskum. Og það sem gerir stundum að slígi kemst í gegnum sigtið á þeir þegar maður sigtar hrognin og þá verður eiginlega helst að reyna að ná þeim úr í söltunum. Það sem var gert á höndum þegar maður gera þetta á höndum, það þarf að vera með puttana svona úti til að reyna að húkka í slígið og þá þarf alltaf að þurrka það af þegar að stála þetta fyrir tunnuna. Nú skulum við bara sjá vídeóna. Það vill leyfa okkur það. Nei. Það er að bera saman í rauninni gömlu aðferðina og þá vonandi þá nýju. Já. Með á öðrum stað, Það getur og lækka í hljóðinu. Okay.
Hvað er þetta? Það er ekki kjörni. Það er í botni. Það var bara að vera hljóðlust en... Talaðu bara. Já. Þetta er sérst alltaf verið gert svona á höndum. Þetta er sérst handarreiningi, þannig að þetta með 121 kíló í höndunum. Þetta verður þreytandi til langs tíma. Hljóða í bakstæð líka, þannig að það er ekki til að rópa yfir. Þetta er lágt líka. Það verður smá tónlist með þessu, þannig að það verður ekki alveg Svo kemur henni bara smá kynning á vélinni sjálfri því að ég get alltaf ekki sýnt hvernig gangi hér og það er ekki 230 volt, fyrir sem 230 volt. Það kemur smá vídeó á henni í gangi. Sem er þarna. Ég gerði þetta svarthvítt, þá var þetta svona silent movie bara. Alveg. Á endan setja ég fóðringu, plastfóðringu, ég ákvað að hafa ekki legu því að þetta er ekki að snúast að lengi og þetta er bara að nota X-part á árinu sko. Þannig að, en hinum meginn á mótornum þá var bara Actos sem að hindra það að Frákinn komist inn í mótorinn. Mótorinn alltaf sjálfur með legu og alls konar svoleiðis efni. Þannig að þetta er lúan sem að getur opnað fyrir þess að hleypa hrósunum niður. Þannig að hraðabreytum getur breytt honum í frá 20 upp í 50 rið. Mjög þægileg græja. Svo við sjáum þá undan hugsanlega moka upp úr karinu á þessum hraða. Nú ávinningu verkefnisins. Það er að vinna líka með þetta álag og hókinn í baki til dæmis. Það er að verða færri handtök, þar er þetta minni vinna á mann sjálfan og meiri afköst. Nú, ég vil koma fram sérstökum þökkum til þessi styrktuverkefni. Slíkurinn styrktum við til að mynda næstu því allt efnið. Rústfrítt efnið er ekkert ódýrt í dag. Gunnar Valur og Rafir hjálpaði mér að tengja og koma fyrir tíðnibreytunum í kassan. Ragnar og frændi minn og hjálpaði mér með söguvinnu og samsetningu í SR og Siglufirði. Ferrosing styrkti mig ykkur 10.000 krónur. Ég náði að kaupa 2 dekk fyrir hendi á þeim. Og að lokum Erni Friðrikssyni yfirvélstjóri Vestmannaeyjum fyrir að redda mér mótor og hraðabreytum. Hvað spurningar? Mér dettur í hug sem að þú getur eingöngu keyrt þetta á lægsta snúningi, er það ekki? Ég get keyrt þetta náttúrulega frá stilti tíðnibreytu bara á 20 til 50 sko. Ég er að fá í sko tilbæðsefni með hraðabreytin. Já. Ef það er nóg að keyra bara á lægsta snúningi. Já, náttúrulega ég þarf að gera mótorinn er náttúrulega stiltur á 50 þannig að hann er að snúast sko 66 snúninga á mínútu sem er á hratt. Þess vegna vil ég, sko ég gæti náttúrulega sleppt tíðnibreytunum en þá verð ég að fá meiri niðurgjörin í mótorinn sko. Þetta er bara það sem bauðst. Það var allt tekið, þannig að það veit ég. Það er svo. Hvað tekur hérna karið mikið?
Sko, tunnan er að mælast einhver 0,12 rúmmetrar og ég reiknaði með sko í fyrstu ætlaði ég að láta lengdina á trójunum ráða magninu. Ég ætlaði að láta þetta bara sleppa akkurat en svo platan hjá kemur bara stöðluð 1,50 lengd en ég let hana bara ráða því og þá kom ég bara meira magn í þetta og hún tekur alveg rúmlega og vel það heila tunnu sko, sem var einnig takmarki. Hvað verið að næra lengi? Sko, það bara náttúrulega kannski 3 mínútur max, segjum. Já, sem tekur þess að blanda saltinu saman? Já, sko sem maður gerir þetta hönd og heldur maður saltinn í, svo hrærir maður í smástundur eða þess að standa. Það bleitar hóknir saltið og þá verður þetta svolítið meðferðilegra. Já. Þannig að 10-12 tunnur á klukkutíma, ekkert mál? Ég hugsa það. Það var bara bundið við mennina sem að vikta hún í peri, sko. Já. Tíma sem það tekur. Takk fyrir Elmar.